Góðan dag, kæru sveitarstjórnar fulltrúar, sveitarstjóri og áhorfendur. Ég býð ykkur hér með velkomin til fundar og segi þriðja fund sveitarstjórnar Borgarbyggðar á kjörtímabilinu 2026 til 2030 hér með settan. Fundurinn haldinn í fundarsal að Digranesgötu 2 og hófst klukkan 4. Til fundarins eru mættir aðalmenn, sú sem hér stendur Jóhanna Pavlovits, Sigurður Guðmundsson, Ragnhildur Eva Jónsdóttir, Kristján Ágúst Magnússon, Hermann B. Valsson er fjarverandi en í staðinn situr fundinn Guðrún Vala Elísdóttir, Davíð Sigurðsson, Sonja Lind Eyglóadóttir er fjarverandi en í staðinn situr fundinn Jón E. Einarsson, Þórður Brynjarsson og Haukur Þór Hauksson. Starfsmenn eru Unnur Brá Konráðsdóttir, sveitarstjóri og Þórunn Unnur Birgisdóttir, lögfræðingur, sem jafnframt ritar fundargerð. Forseti óskar eftir að gera þær breytingar frá auglýstri dagskrá. Að innkomi eftirfarandi fundargerðir sem bætist aftan við auglýsta dagskrá. Fundargerð fyrsta fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar verður dagskrárliður númer 15. Fundargerð annars fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar verður dagskrárliður númer 16. Fundargerð umsjónarnefndar fólksvaxins í einkunnum verður dagskrárliður númer 17. Fundargerð 23. fundar fjallskilumdæmis Akraness kaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps verður dagskrárliður númer 18. Fundargerð fyrsta fundar byggðarráðs Borgarbyggðar verður dagskrárliður númer 19. Fundargerð annars fundar byggðarráðs Borgarbyggðar verður dagskrárliður númer 20. Fundargerð þriðja fundar byggðarráðs Borgarbyggðar verður dagskrárliður númer 21. Fundargerð fjórða fundar byggðarráðs Borgarbyggðar verður dagskrárliður númer 22. Og fundargerð fyrsta fundar skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar verður dagskrárliður númer 23. Ég bið þó fulltrúa sem samþykkja að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Eru einhverjar athugasemdir við fundarboðið eða boðum fundarins? Ef svo er ekki, þá ber ég upp dagskrá fundarins eins og hún liggur fyrir í fundarboði. Ásamt þeim viðbótar dagskrárliðum sem hafa þegar verið samþykktir og bið fundarmenn að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Dagskráin er þá samþykkt og við göngum til fyrsta máls á dagskrá sem er síðari umræða endurskoðaða samþykkt stjórn sameinaðs sveitarfélags og ég gef Unnu Brá Konráðsdóttur sveitarstjóra orðið. Forseti, ágætu sveitarstjórnarmenn, góða gestir. Ég ætlaði í mjög stuttu máli að fara yfir þær breytingar sem hafa orðið á draugunum að samþykkt hér fyrir milli umræðina. En þetta eru aðalega breytingar sem snúa að því að laga svona minniháttar villur sem við fundum í skjalinu, sem fundust í skjalinu og síðan eru breytingar sem snúa að breyttri nefndaskipan sem við ræðum hérna á eftir og síðan eru það breytingar sem varða skipulagsbreytingar og skrifstofu hér í Ráðhúsinu og það eru svona viðamestu breytingarnar. Þær varða það að það verður til ný skrifstofa sem mun heita skrifstofa sveitarstjóra og það er í rauninni viðauki sem tekur miklum breytingum vegna þessa. Jafnframt er sú breyting hérna í samþykktinni sem ég tel rétt að vekja athygli á að sveitarstjórnarmenn ætla nú að kjósa formann og varaformann í allar nefndir og eins, en það var í fyrri umræðinu líka. En hérna það er svona breyting sem er efnisleg. Síðan eru gerðar breytingar varðandi rafræna fundi hér á milli umræðna þannig að það verði ekki hægt að halda rafræna fundi í sveitarstjórn en það verði hins vegar heimilt í nefndum og ráðum og slíku. Þannig að það er breyting sem er hérna á milli umræðna. Nú þessar breytingar varðandi viðaukann, eins og ég segi, er vegna breytinga á skipuriti sem byggðarráð hefur þegar samþykkt og ég vonast bara til að þetta fái góða umfjöllun hér í dag. Takk fyrir þetta, Unnur. Málið er til síðari umræðu. Ég gef orðið laust. Guðrún Vala hefur beðið orðið.
Kæru sveitarstjórnarfulltrúar, sveitarstjóri, samstarfsfólk og aðrir gestir. Ég stend hér í fyrsta sinn á þessum vettvangi og því fylgir ákveðin eftirvænting og auðmýkt að ávarpa ykkur í dag. Við erum fólk sem hefur verið treyst fyrir því að leiða samfélagið, taka ákvarðanir og móta umhverfi okkar. Það er mikill heiður en einnig mikil ábyrgð. Ég hef búið í Borgarbyggð frá því í lok síðustu aldar og fylgst með uppbyggingu, þróun og breytingum í samfélaginu. Og það hlaut að vera minn tími væri kominn. Ég kem þó hingað sem varafulltrúi, en ábyrgðin er svo sannarlega ekki til vara. Hún er svo sama og hjá okkur öllum að vinna af heilindum fyrir íbúa sveitarfélagsins og hafa almannahagsmuni alltaf að leiðarljósi. Í daglegu amstri sveitarstjórnarmála fer mikill tími í skipulagsmál, fjárhagsáætlanir, fundargerðir, framkvæmdir og fjölmörg önnur verkefni. Þetta er eðlilegt. Þetta eru mikilvægar stoðir í rekstri sveitarfélagsins og stundum er það gott að staldra við, líta upp úr skjölunum og muna hvers vegna við erum hér. Við erum hér vegna fólksins. Samfélagslega ábyrgð gagnvart náunganum er ekki aukaatriði sem má taka fyrir þegar tími gefst til. Hún þarf að vera hluti af öllum okkar ákvörðunum. Og hún birtist í því hvernig við mætum fólki, hvernig við hlustum og hvort við sjáum þá sem standa höllum fæti. Hún byrjar í okkar eigin nærumhverfi og í þeim samtölum sem við eigum hvert við annað. Við þurfum að muna eftir þeim sem minna mega sín, þeim sem eiga erfiðara með að láta rödd sína heyrast og þeim sem af einhverjum ástæðum upplifa sig utan við samfélagið. Það getur átt við börn og ungmenni, eldri borgara, fólk með fötlun, nýja íbúa af erlendum uppruna, fjölskyldur sem standa frammi fyrir erfiðleikum og raunar alla sem að þurfa á skilningi, stuðningi eða einfaldlega góðu viðmóti á að halda. Gildi samfélagsins birtast ekki aðeins í stórum yfirlýsingum, þau birtast í hversdeginum. Þau birtast í því hvort íbúar geti tekið virkan þátt í samfélaginu og verið þeir sjálfir aðeins að mæta fordómum eða mismunun. Þau birtast í því hvernig við tökum á móti fjölbreytileikanum, vinnum að inngildingu og sköpum samfélag, þar sem fleiri finna að þeir eigi heima og tilheyri. Þau birtast líka í því hvernig við hlúum að æskunni, hvort börn og ungmenni hafi öruggt umhverfi, aðgang að tómstundum, menningu og íþróttum og fái notið sínu eigin forsendum. Við eigum að standa þétt saman gegn einelti og útskúfun. Þar nægja ekki góð orð ein og sér, það þarf samstöðu, úthald og skýran vilja til verka. Lýðheilsa er í þessu samhengi ekki aðeins spurning hreyfingu eða heilsueflingu, hún snýst líðan, tengsl, öryggi, aðgengi og tækifæri til þátttöku. Hún snýst hvort götur, stígar, íþróttamannvirki, menningarstarf og þjónusta sveitarfélagsins styðji við gott líf fyrir sem flesta. Hún snýst að byggja samfélag sem fólk getur tekið þátt, notið sín og fundið að það skiptir máli. Við eigum einnig að hlúa að öflugu menningar og félagslífi. Slíkt er ekki til skrauts í samfélaginu, heldur hluta því sem gefur því sál. Þar mætist fólk af ólíkum aldri, með ólíkan bakgrunn og ólíka reynslu. Það verður til tengsl, hugmyndir og samkennd. Kæru félagar, við munum vissulega ekki alltaf vera sammála. Það væri bæði óraunhæft og örugglega frekar leiðilegt. En við getum verið ósammála virðingu. Við getum hlustað, rökstutt, leitað lausna og munað að sameiginlegt markmið okkar er gott samfélag fyrir íbúa allt sveitarfélagið, jafnt í þéttbýli sem á dreifbýli. Munum því að við erum öll í sama liðinu og við náum bestum árangri með ábyrgð, samvinnu og opnum hug. Takk fyrir mig. Takk fyrir þetta, Guðrún Vala. Eru fleiri sem óska eftir að taka til máls undir þessum lið? Þar sem fleiri óska ekki eftir að taka til máls undir þessum lið, þá ber ég málið upp til atkvæða. Þeir sem samþykkja málið eins og það liggur fyrir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða. Það skráist í fundargerð. Þá er þessu máli lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá sem er dagskrárlið nr. 2. Máls nr. 2409-326. Fjölskyldunefnd Borgarbyggðar. Fyrir liggja drög að erindisbréfi fyrir nefndina. Ég gef Ragnhildi Evu Jónsdóttur formanni orðið.
forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir fundarmenn. Málið sameiningu nefnda hefur verið til umræðu frá árinu 2024 ef ég man rétt og hefur það verið tekið fyrir í fræðslunefnd, velferðarnefnd, byggðaráði og sveitarstjórn. Frá upphafi hefur ríkt góð samstaða þessa breytingu og skýr vilji verið til að sameina verkefni nefndana. Við undirbúning málsins var horft til reynslu annarra sveitarfélaga þar sem sambærilegt fyrirkomulag hefur gefist vel. Markmiðið með breytingunni fyrst og fremst að sameina umfjöllun málefni barna í eina nefnd og stuðla þannig að heildstæðri og markvissri vinnu. Þetta fellur vel að áherslum farsældarlaganna og endurspeglar þá þróun sem orðið hefur í átt að samþættari þjónustu og vinnubrögðum á fjölskyldusviðinu. Með þessari breytingu skapast jafnframt tækifæri til að afgreiða mál hraðar þegar þörf krefur, enda gert ráð fyrir að nefndin fundi 2 sinnum í mánuði. Þá hefur staðan oft verið svo að sömu einstaklingar hafa átt sæti í báðum nefndum og hefur leitt til tvíverknaðar þegar sömu mál hafa þurft að fara fyrir fleiri en eina nefnd. Með sameiningunum að einfalda stjórnsýsluna og nýta tíma og krafta bæði starfsmanna og nefndamanna betur. Gert ráð fyrir að í nefndinni sitji 5 fulltrúar og að nýtt fyrirkomulag taki gildi frá og með 1. september 2026. Ég tel að þessi breyting sé eðlileg og mikilvægt skref í áframhaldandi þróun, þjónustu við börn og fjölskyldur og hvet sveitarstjórn til að samþykkja tillöguna. Takk. Takk fyrir þetta, Ragnhildur. Ég gef orðið laust málið. Ef engir óskar eftir orðinu ber ég málið til atkvæða. Þeir sem samþykkja erindisbréfið eins og það liggur fyrir rétt upp hönd. Samþykkt samhljóða og það skráist í fundargerð. Það afgreiðslu málsins lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá sem dagskrárliður nr. 3. Máls nr. 2606011, kosningar ráða nefndir 2026-2030. Kosning 2 aðalmanna í stjórn nemendagarða MB EHF og 2 til vara. Fyrir liggur eftirfarandi tillaga. Aðalmenn Davíð Sigurðsson og Jóhanna Marín Björnsdóttir. Varamenn Sigurður Guðmundsson og Ragnhildur Eva Jónsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo ekki bið ég þá sem samþykkja tillöguna að gefa merki. Tillaga samþykkt samhljóða, það skráist í fundargerð. Þá því máli lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Það komið að dagskrárliður nr. 4, máls nr. 2606011. Kosningar ráða nefndir 2026-2030. Samkvæmt lögum Þróunarfélags Grundartanga skuli vera 6 stjórnarmenn hjá félaginu og því þarf að bæta einum stjórnarmanni við frá Borgarbyggð. Þar sem sá fulltrúi sem fyrir var tilnefndur á Skorradalshreppi. Jafnframt þarf að kjósa varamann. Fyrir liggur eftirfarandi tillaga. Aðalmaður Unnur Brá Konráðsdóttir, að varamaður Jóhanna Pavlovits. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo ekki, bið ég þá sem samþykkja tillöguna að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða og það skráist í fundargerð. Þá afgreiðsla 4. dagskrármáls lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Þá komið dagskrárliður nr. 5, máls nr. 2606011, kosningar ráða nefndir. Kosning 5 aðalmanna og 5 varamanna í menningarsjóð Borgarbyggðar. Borist hefur eftirfarandi tillaga. Aðalmenn Jónína Erna Arnarsdóttir, Halldóra Guðjónsdóttir, Eiríkur Jónsson, Jenny Lind Egilsdóttir, Guðrún Jónsdóttir. Til vara Guðrún Vala Elísdóttir, Svana Hrönn Jóhannsdóttir, Kristján Guðmundsson, Sigurþór Kristjánsson, Tinna Rut Þórarinsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo ekki, bið ég þá sem samþykkja tillöguna að gefa merki. Tillaga samþykkt samhljóða, það skráist í fundargerð. Þá afgreiðsla 5. dagskrármáls lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Þá komið að dagskrárliður nr. 6, máls nr. 2606011, kosningar ráða nefndir 2026-2030. Kosning fulltrúa sveitarstjórnar í öldungaráð. Að lágmarki skulu 3 fulltrúar sitja í ráðinu kosnir af sveitarstjórn, auk 3 fulltrúa tilnefndra af félagi eldri borgara og 1 fulltrúa frá heilsugæslunni. Borist hefur eftirfarandi tillaga. Aðalmenn kosnir af sveitarstjórn. Magnús B. Jónsson formaður, Ingibjörg Jónasdóttir varaformaður, Jóhanna Greta Möller.
Varamenn: Guðbrandur Guðbrandsson, Gylfi Árnason, Ingibjörg Hargafi. Aðalmenn tilnefnd af Félagi eldri borgara í Borgarnesi: Guðrún Kristjánsdóttir, Sigurður Þ. Helgason. Varamenn: Signý Jóhannesdóttir, Þorsteinn Eyþórsson. Tilnefnd af Félagi eldri borgara í Borgarfjarðardölum: Aðalmenn: Vilhjálmur Diðriksson, Eiríkur Sigurðsson. Til vara: Þóra Stefánsdóttir, Halldóra Björnsdóttir. Tilnefnd af Heilsugæslunni: Aðalmaður: Indriði Einar Einarsson. Til vara: Oddný Eva Böðvarsdóttir. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo er ekki, fer nú fram atkvæðagreiðsla. Þeir sem samþykkja tillöguna gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða og skráist í fundargerð. Þá er komið að dagskrárlið nr. 7, málsnúmer 260611, kosning nefndir 2026-2030. Kosning eins fulltrúa annars til vara í sjálfseignarstofnun Arnarvatnsheiði og Geitland. Fyrir liggur eftirfarandi tillaga: Aðalmaður: Gunnar Markús Konráðsson. Varamaður: Gunnar Bjarnason. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo er ekki, bið ég þá sem samþykkja tillöguna að gefa merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Það skráist í fundargerð. Þá er afgreiðslu 7. dagskrármáls lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Tekið fyrir 8. dagskrármálið, málsnúmer 260611, kosning nefndir 2026-2030. Kosning í ungmennaráð. Fyrir liggur svohljóðandi tillaga frá fráfarandi ungmennaráði: Fulltrúi grunnskólans í Borgarnesi: Hallgrímur Vigfússon, Stefán Jósef Hafdísarsson. Til vara: Rakel Mála Pálmardóttir, Ásdís Vera Gunnarsdóttir. Fulltrúi grunnskóla Borgarfjarðar: Steinunn Vár Þórðardóttir. Til vara: Atli Jónsson. Fulltrúi Menntaskóla Borgarfjarðar: Ólöf Sesselja Kristófersdóttir. Til vara: Guðmundur Heiðar Eyjólfsson. Fulltrúi atvinnulífsins: Hrafnhildur Ósk Orradóttir. Til vara: Marta Lukka Magnúsdóttir. Fulltrúi Mímis: Ísak Daði Eðvarsson. Til vara: Hera Björg Hákonardóttir. Eru fleiri tilnefningar? Ef svo er ekki, bið ég þá sem samþykkja tillöguna að gefa merki. Tillagan er samþykkt samhljóða, það skráist í fundargerð. Þá er 8. dagskrármáli lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Tekið fyrir 9. dagskrárliður, málsnúmer 260729. Umsókn breytingu á deiliskipulagi Fjóluklakks við Kveldhús Höfða. Tekin fyrir afgreiðsla fyrsta fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar sem lagt til að samþykkja framlagða óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Enda skerði breytingin í engu hagsmuni nágranna hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 3. málsgrein 44. greinar sömu laga. Málið var samþykkt samhljóða í nefndinni. Fyrir liggur afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar í málinu. Ég gef orðið laust. Ef enginn vill taka til máls, ber ég málið upp til afgreiðslu í samræmi við tillögu nefndarinnar að samþykkja málið. Þeir sem eru samþykkir réttu upp hönd. Afgreiðsla nefndarinnar tillaga samþykkt og afgreiðsla nefndarinnar staðfesta sveitarstjórn. Það skráist í fundargerð. Það var þessu máli lokið og við komum til næsta máls á dagskrá. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, málsnúmer 2606-285, breyting á deiliskipulagi Ugluklettur leikskólalóð. Tekinni fyrir afgreiðsla fyrsta fundar skipulags- og byggingarnefndar, þar sem lagt til að samþykkja framlagða óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Enda skerði breytingin í engu hagsmuni nágranna hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggvarp eða innsýn. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar og 3. málsgrein 44. greinar sömu laga. Málið var samþykkt samhljóða í nefndinni. Fyrir liggur afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar í málinu. Ég gef orðið laust.
Ef enginn óskar eftir orðinu ber ég málið upp til afgreiðslu í samræmi við tillögu nefndarinnar að samþykkja málið. Þeir sem eru fyrir samþykktir réttu upp hönd. Málið er samþykkt samhljóða og afgreiðsla nefndarinnar er staðfest af sveitarstjórn. Það skráist í fundargerð. Það var því máli lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, málsnúmer 26033343. Hvítárbakki 7, umsókn aðalskipulagsbreytingu L179429. Tekin fyrir fyrsta afgreiðsla fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar sem lagt til að samþykkja framlagða lýsingu og vinnslutillögu til auglýsingar samtímis fyrir Hvítárbakka 7 samkvæmt 30. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Málið var samþykkt samhljóða í nefndinni. Fyrir liggur afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar í málinu. Ég gef orðið laust. Ef enginn vill óska eftir orðinu, þá ber ég málið upp til afgreiðslu í samræmi við tillögu nefndarinnar að samþykkja málið. Þeir sem eru því samþykkir gefi merki. Málið er samþykkt samhljóða. Afgreiðsla nefndarinnar er staðfest af sveitarstjórn og það skráist í fundargerð. Það var því máli lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Tekið fyrir 12. dagskrárliður málsnúmer 26042255. Varmalækur umsókn aðalskipulagsbreytingu 133917. Tekinni fyrir afgreiðsla fyrsta fundar skipulags- og byggingarnefndar. Þar sem lagt til að hafna umsókninni á grundvelli þess að fyrirhuguð skógrækt stangist á við þær heimildir sem tilgreindar eru varðandi landbúnaðarland í flokki 1 í gildandi aðalskipulagi. Samþykkt var samhljóða í nefndinni að hafna umsókninni. Fyrir liggur afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar í málinu. Ég gef orðið laust. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Hér erum við að hafna beiðnum skógrækt sem var beðið að færi yfir á gott ræktanlegt land. Og okkur ber, ég koma fram hérna að ítreka það, okkur ber að standa vörð gott ræktanlegt land, en það er það eitt af svona grunnforsendum fæðuöryggissjóðurinn að við getum nýtt það þegar okkur hentar. Þannig að það er mjög mikilvægt að við stöndum saman að verja gott ræktanlegt land eins og kveðið er á í aðalskipulaginu. Þannig að ég á von á því að við verðum samstíð í því að hafna þessu. Takk. Orðið er laust. Ef enginn vil, Jón, gjör svo vel. Já, komið sæl, sveitarstjóri og sveitarstjórnarfólk. Ég vil bara segja það að ég styð þetta mjög gjarnan því mér finnst þetta mál sem að við þurfum virkilega að huga að passa upp á það og þurfum sjálfu sér að mínu viti að ef aðalskipulag væri til dæmis tekið upp að mynda okkur virkilega stefnu í þessum málum, skógrækt almennt. Annað var það nú ekki, takk fyrir. Takk fyrir þetta, Jón. Fleiri óska eftir orðinu. En ef enginn vil taka til máls, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn hafnar umsókn breytingu á aðalskipulagi fyrir jörðina Varmalæk þar sem breytingin stangast á við heimildir varðandi landbúnaðarland í flokki 1 í aðalskipulagi Borgarbyggð 2005. Ég vil biðja þá sveitarstjórnarmenn sem eru samþykkir að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Ok.
Afgreiðsla nefndarinnar staðfest af sveitarstjórn, það skrifast í fundargerð. Þá því máli lokið og göngum til næsta máls á dagskrá. Tekið fyrir 13. dagskrármálið Þrúðarsel, umsókn stofnun lóðars, málsnúmer 260409. Þrúðarsel, umsókn stofnun lóðar L197245. Tekin fyrir afgreiðsla fyrsta fundar skipulags- og byggingarnefndar þar sem lagt til samþykkja stofnun 6.552,4 fermetra lóðar. Sobbasel úr upprunalega landinu Hofsstöðum. L134879 þegar merkjalýsandi hefur afmarkað lóðina í landeignaskrá húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og skilað inn undirrituðum gögnum til sveitarfélagsins. Lóðin fer í notkunarflokkin sumarbústaðalóð. Málið var samþykkt samhljóða í nefndinni. Fyrir liggur afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar í málinu. Ég gef orðið laust. Ok, þannig að það glemdist þetta hefum skjálið. Ef enginn vill taka til máls, þá liggur fyrir eftirfarandi bókun. Skipulags- og byggingarnefnd leggur til við sveitarstjórn að samþykkja að stofna verði 6.552,4 fermetra lóð Sobbasel úr upprunalega landinu Hofsstaðir L134879 þegar merkjalýsandi hefur afmarkað lóðina í landeignaskrá húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og skilað inn undirrituðum gögnum til sveitarfélagsins. Lóðin fer í notkunarflokkin sumarbústaðalóð. Ég vil biðja þá sem samþykkja að gefa merki. Samþykkt samhljóða. Afgreiðsla nefndarinnar staðfest af sveitarstjórn, það skráist í fundargerð. Þá því máli lokið, við göngum til næsta máls á dagskrá. Og ætlum að taka smá fundarhlé.
þá heldur fundurinn áfram og það liggur fyrir eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að stofna verði 6.552,4 fermetra lóð, Soppaser úr landi Þrúðarsels L197245 samkvæmt meðfylgjandi gögnum. Lóðin fer í notkunarflokkin sumarbústaðalóð. Þeir sem eru samþykkir gefið merki. Samþykkt samhljóða. Forseti ætlar að fara í dagskrárlið númer 9. Málsnúmer 2607029, umsókn breytingu á deiliskipulagi Fjóluklett við Kveldúshöfða og fá að lesa upp bókun. Sveita, hvað stendur hérna skipulags, það sveitarstjórn? Já, nú ertu inn í tölvunni Pilsu en við erum í 9, þá erum við hér, sveitarstjórn samþykkir. Sveitarstjórn samþykkir framlega óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010. Breytingin á við óveruleg frávik að hagsmunir nágranna skerðast engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skuggavarp eða innsýn. Málsmeðferð verður samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga og 3. málsgrein 44. grein sömu laga. Þeir sem eru samþykkir bókuninni gefið merki. Bókun samþykkt samhljóða. Forseti ætlar að fá að fara í dagskrárlið númer 10 aftur. Málsnúmer 2606285, breyting á deiliskipulagi Ugluklettur leikskólalóð og fá að lesa upp bókunina. Sveitarstjórn samþykkir framlega óverulega breytingu á deiliskipulagi samkvæmt 42. grein skipulagslaga 123/2010. Breytingin á við svo óveruleg frávik að hagsmunir nágranna skerðast engu hvað varðar landnotkun, útsýni, skugga, varp eða innsýn. Málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. grein skipulagslaga og 3. málsgrein 44. grein sömu laga. Þeir sem eru samþykkir bókuninni gefið merki. Bókunin samþykkt samhljóða og skráist í fundargerð. Forseti ætlar aftur að fara í dagskrárlið númer 11. Málsnúmer 2603343, Hvítárbakki 7, umsókn aðalskipulagsbreytingu L79429 og fá að lesa bókunina. Sveitarstjórn samþykkir framlega lýsingu og vinnslutillögu til auglýsingar fyrir Hvítárbakka 7 samkvæmt 30. grein skipulagslaga 123/2010 og 40. grein sömu laga. Þeir sem eru samþykkir bókuninni gefið merki. Samþykkt samhljóða. Forseti ætlar að fara í dagskrárlið númer 13 aftur. Málsnúmer 2604095. Ekki aftur, í 13. Var það í lagi, ok. Þá byrjast innilega afsökunar og þá fyrir við í dagskrárlið númer 14. Málsnúmer 2604250. Skólabyggð 1, umsókn stofnun lóða L212994. Afgreiðsla fyrsta fundar skipulags- og byggingarnefndar. Tekin fyrir afgreiðsla fyrsta fundars. Hérna kemur aftur skipulags- og byggingarnefndar. Það sem lagt til að samþykkja stækkun lóðarinnar á Skólabyggð 1. Nefndir benda á lóðarinnar á svæði sem skilgreint í deiliskipulagi sem svæði til síðari ráðstafana og að ef uppbygging á að hefjast á því svæði skuli deiliskipulag uppfært. Málið var samþykkt samhljóða nefndinni. Fyrir liggur afgreiðsla sveitarstjórn að samþykkja þetta. Þetta er vitlaust sem sagt hérna. Hérna skjalið og við erum í Skjólabyggð. Á ég að nota þetta sérst? Þegar það var afgreiðslan, þá eru bókan. Á ég ekki að nota þetta skjal, ok. Já, þetta lestu og svo hingað og þá bætur bókunina við. Já, þannig ég má lesa þetta og svo gefið orðlaust og svo bók. Já, okay. svo, já. Fyrir liggur afgreiðsla skipulags- og byggingarnefndar í málinu. Ég gef orðlaust. Ef enginn vill taka til máls, þá vil ég lesa upp á eftirfarandi bókun. Sveitarstjórn samþykkir fyrir sitt leyti að breyta stærð lóðarinnar Skjólabyggð 1.
L212994 úr 18.000 fermetrum í 26.295,3 fermetra. Þegar merkjalýsandi hefur afmarkað lóðina í landeignaskrá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar og skilað inn undirrituðum gögnum til sveitarfélagsins. Ég vil biðja þá sem samþykkja bókunina að gefa merki. Bókun er samþykkt samhljóða. Afgreiðsla nefndarinnar er staðfest af sveitarstjórn. Það skrifast í fundargerð. Þá er því máli lokið og við göngum til næsta máls á dagskrá. Nú tökum við til við afgreiðslu fundargerða. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið. Málsnúmer 260602-0F. Fundargerð fyrstu fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Til máls tekur umhverfis- og formaður umhverfis- og landbúnaðarnefndar Kristján Ágúst Magnússon. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og íbúar. Við héldum okkar fyrsta fund í júlí, umhverfis- og landbúnaðarnefnd, og fórum þar yfir. Það var fyrsta á dagskrá var erindisbréf umhverfis- og landbúnaðarnefndar, svo sem ekki mikið breytt þar en svona bara smá svona textabreytingar. Liður númer 2 þar vorum við að starta því sem þessu árlega, það sem að umhverfisviðurkenningar sem við höfum veitt og starfsmanni falið að auglýsa þetta vel og vandlega og við erum þarna með eftirfærandi viðurkenningar og höfum verið með þarna snyrtilegasta bændabýlið, fallegasta lóð við íbúðarhús, snyrtilegasta lóð við atvinnuhúsnæði og svo sérstaka viðurkenningu fyrir snyrtilegt umhverfi og svo samfélagsviðurkenning umhverfis- og landbúnaðarnefndar og það svona veitt bæði einstaklingum og fyrirtækjum og svoleiðis, það bara svona opið og þarna veittum við frest til 4. ágúst með þessar tilnefningar en svo er búið að lengja þann frest, við kemum kannski nánari þá eftir. Mál númer 3, þar vorum við með sorpmál og náttúrulega við sameiningu Borgarbyggðar og Skorradalshrepps þá þarf náttúrulega að huga að samþætta þjónustuna í öllu sveitarfélaginu og við fórum yfir bara þá samninga sem að Skorradalur er með við Íslenska Gámafélagið og umhverfisfulltrúar falið að vinna þetta í samræmi við fundinn. Og eins er það með lið númer 4, það eru útboð og rótró. Þar er Skorradalur með, eða var með samning sem að gildir lengi okkar eða samningur gömlu Borgarbyggðar. Rennur út núna eftir þetta ár þannig að það þarf að fara að taka ákvörðun það hvað við gerum í því og svona þannig að það þarf svona að vinna það mál aðeins og svo lið nummer 5 þá fórum við svona lauslega yfir það útboðsgögn sem var búið að opna við snjómokstun í Borgarnesi og þannig að þetta var nú svona fyrstu fundur og ég að renna yfir bara fundum við 2 líka eða gefa orð, hvað viljið þið, ekki bara? Já. Og þá er 16. dagskrárliður, það er fundur með 2 sem ég heldur núna í byrjun ágúst og þar skal ég segja var fyrsta mál á dagskrá og það voru umsóknir styrkvegi fyrir lág að gamla Borgarbyggð hefði fengið úthlutað 4 milljónum úr styrkvegasjóði og Skorradalshreppur hefði fengið 1 milljón. Það er náttúrulega búið að sækja þetta áður en að sveitarfélagin sameinuðust. Þannig að það var náttúrulega bara ákveðið að þessi 1 milljón færi í Skorradalshrepp og þessar 4 milljónir færi þá í Borgarbyggð og svo náttúrulega það breytt fyrirkomulag á næsta ári.
og það eru hérna sem sagt það er sem sagt við ákváðum að setja hérna sem sagt styrk þar sem að vegurinn að hérna Seljum í Hjörsey, hann fékk styrk, Hraundalsvegur að Svarfhóli Hraundal og að hérna Grímsstöðum með múlunum sem sagt. Vegurinn frá Örnólfsdal og fram í Hvítasíðu afrétt og eins vegurinn frá Hítardalsvegi að Hítarvatni á austanverðu, vegurinn Grenjadal, Mjóadal, vegurinn meðfram Langavatni og af Torfhvalastöðum og vegurinn að svo er þessi milljónkall sem að Skorradalshreppur fékk og það er vegurinn meðfram Skorradalsvatni að sunnanverðu. Nú, mál númer 2, þar vildum við vorum búin að fá, sem sagt, þar eru umhverfisviðurkenningarnar aftur. Þar vildum við fá fleiri, það er nú því miður, þá er nú kannski fólk ekki alveg nógu duglegt að svona vakta það að hæla nágrönnum og það sem er í næsta umhverfi. Og við ákveðum að lengja þennan frest, þá náttúrulega komnar nokkrar tillögur en við viljum hafa svona fleira úr að velja og kannski það sem að var nú gaman núna að við fengum sem sagt voru konar tillögur á það staði sem við hefum aldrei fengið áður og það er jákvætt en svona það fólk mætti vera duglegri að senda okkur svona ábendingar. Nú, mál númer 3 það er hérna, það eru sorpmál og nefndin er svona farin að vinna í því og með starfsmanni að láta hann vinna það að það var náttúrulega kom skýrt fram í vor og hefur svo sem komið fram áður síðasta kjörtímabili að menni vilja fá bætta þjónustu í dreifbýlinu í sambandi við sorpmál og þá erum við aðalega að tala um svona gámasvæði og við erum svona að skoða það að finna lausnir á því og þannig að umhverfisfulltrúar var bara falið að vinna það áfram. Þetta eru svona, já, hugmyndir á byrjunarstigi og mál númer 4, þar eru ágengnar plöntur, þar vildu félagar úr Sól til framtíðar koma á fund til okkar til að ræða ágengnar plöntur og sem er að breyta ásýnd í héraðsins og með möguleika á nýtingu lands. Þar var náttúrulega ýmist rætt en þar var kannski stærsta málið var kerfillinn sem er mjög erfið planta og er bara getur eiginlega verið mikill skaðvaldur ef menn svona hafa ekki augun opin og það er þetta var bara mjög góðar umræður, það voru svo sem ekki bara rætt með kerfilinn, það var lúpína og það voru vargar, sem sagt, alls konar fuglar og þetta var bara mjög góður fundur og þau voru með mál sem áttu kannski líka heima í öðru nefndum, sko sveitarfélagsins og það var bara eins og ég segi, það var bara mjög jákvætt og þannig að við sem sagt bókuðum eftirfarandi bókun að umhverfis- og landbúnaðarnefnd þakkar fulltrúum Sól til framtíðar fyrir komuna og að vekja athygli nefndarinnar á ýmsum umhverfismálum. Nefndin stefnir að því að vinna heildstæða áætlun fyrir sveitarfélagið til þess að vinna gegn dreifingu ágengna planta í héraðinu fyrir sumarið 2027. Markmiðið með þeirri vinnu er að koma á samstarfi sveitarfélagsins, íbúa og annarra stofnana í málaflokknum. Og ég held að það sé kannski lykillinn að því að það eru einstaklingar og sem að hafa gríðarlegan áhuga á þessu og eru að vinna í þessum málum. Og við þurfum kannski svona sveitarfélag, það er kannski verkefni sveitarfélagsins að halda utan um það og hafa svona heildaryfirsýn yfir þetta. Síðan var 5. liður, það voru hreinsunarátök. Og þar var rætt fyrirkomulag söfnunar á brotajárni í dreifbýli haustið 2026. Og þar var umhverfisfulltrúa
falið að senda verðfyrirspurn söfnun brotajárns í dreifbýli eins og hefur verið gert nú síðustu ár og þetta hefur verið vel nýtt og vonandi fáum við bara jákvæða niðurstöðu í þetta að fyrirtækin eða eitthvað fyrirtæki komið með gott tilboð fyrir okkur. Og ég reikna með því að þetta verði bara með svipuðu sniði og hefur verið. Nú, 7. liður á þessum fundi og það síðasta á þessum fundi var bakvakt dýralækna í Borgarbyggð. Það kom frétt núna í mánaðamótin júlí-ágúst það að frá Matvælastofnun það að það yrði ekki mannaðar bakvaktir í 9 daga í ágústmánuði sem náttúrulega algjörlega ótækt að svo sé og þetta ekki fyrsta skipti sem að þetta sveitarfélag eða þetta svæði þarf að segja. Við erum með Hvalfjarðarsveit og Akranes kaupstað og svo Borgarbyggð sem í þessu minnum með svæði 2 og alveg ótækt að svona sé. Og við bókunin frá nefndinni var þannig að við hörmum þessa grafalvarlegu stöðu sem upp hefur komið í sveitarfélaginu og nefndin óskar eftir því að fulltrúi Matvælastofnunar koma á næsta fund og fari við málið með nefndinni. Okkur finnst svona að við þurfum að fá skýringar á því af hverju staðan sé svona. Fleira var ekki gert og ég til í að svara einhverjum spurningum ef að svo Takk fyrir þetta, Kristján. Við ætlum að klára dagskrárlið 15, málsnúmer 2606020F, fundagerð fyrsta fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Orðið er laust. Ef enginn vill taka orðið, þá telst fundagerðin framlögð. Þá fyrir við yfir í dagskrárlið númer 16, málsnúmer 2607006F, fundagerð annars fundar umhverfis- og landbúnaðarnefndar. Orðið er laust. Sigurður Guðmundsson hefur beðið orðið. Forseti, sveitarstjóri, sveitarstjórnarfulltrúar og aðrir áheyrendur. Ég kem hér upp undir lið 16.1 og við leggja fram og leggja til við sveitarstjórn að hún samþykki eftirfarandi bókun með þessum lið. Þá ætla ég að lesa þá bókun sem ég vil að sveitarstjórn samþykki. Borgarbyggð eitt víðfeðmasta sveitarfélag landsins og innan þess umfangsmikið vegakerfi sem víða í óviðunandi ástandi. Vegagerðin fer með veghald á 809 km af vegum í sveitarfélaginu. Þar af eru malarvegir 68%, 550 km og ef haldið verður áfram á sama hraða með uppbyggingu þeirra og nú mun verða komið bundið slitlag á þá alla eftir það bil 115 ár. Að auki ber Borgarbyggð ábyrgð á umfangsmiklu vegakerfi í sveitarfélaginu og við bætist að einstaklingar og landeigendur bera kostnað af heimreiðum að bílum án fastrar búsetu og sumarbústaðabyggðum. Öllum sem aka Borgarbyggð ljóst að ástand vega stenst ekki þær kröfur sem gera verður til öruggra og greiðra samgangna. Ástandið endurspeglar langvarandi vanfjármögnun samgangna í sveitarfélaginu, hvort sem litið til nýframkvæmda á samgönguáætlun, almenns viðhalds eða framlaga til styrkvega. Sveitarstjórn Borgarbyggð leggur þunga áherslu á að stjórnvöld bregðist við þessari stöðu án tafar og skora á ríkisstjórn og Alþingi að auka verulega fjármagn til vegagerðar og viðhalds vega í Borgarbyggð. Slíkt nauðsynlegt til að tryggja umferðaröryggi, styðja við atvinnulíf og þjónustu og bæta lífsgæði í sveitarfélaginu öllu. Takk fyrir þetta, Sigurður. Eru fleiri sem vil taka til máls?
Ef svo ekki þá legg ég til að við afgreiðum þessa bókun. Fram er lögð tillaga svohljóðandi bókun sveitarstjórnar undir þessum lið. Borgarbyggð er eitt víðfeðmasta sveitarfélag landsins og innan þess er umfangsmikið vegakerfi sem er víða í óviðunandi ástandi. Vegagerðin fer með vegahald á 809 km vega í sveitarfélaginu. Þar af eru malarvegir 550 eða 68% vegnanna. Ekkert umdæmi vegagerðarinnar er með viðlíka hátt hlutfall malarvega í sinni þjónustu. Ef haldið verður áfram uppbyggingu þeirra og sama hraða nú, mun verða komið bundið slitlag á þá alla eftir það bil 115 ár. Að auki ber Borgarbyggð ábyrgð á álíka umfangsmiklu vegakerfi og við þá bætist einstaklingar og landeigendur bera kostnað af heimreiðum og að bílum án fastrar búsetu og að sumarhúsabyggðum. Öllum sem aka Borgarbyggð er ljóst að ástand vega stenst ekki þær kröfur sem gera verður til öruggra og greiðra samgangna. Ástandið endurspeglar langvarandi vanfjármögnun samgangna í sveitarfélaginu, hvort sem litið er til nýframkvæmda í samgönguáætlun, almenns viðhalds eða framlaga til styrkvega. Sveitarstjórn Borgarbyggðar leggur þunga áherslu á stjórnvöld bregðist við þessari stöðu án tafar og skorar á ríkisstjórn og Alþingi að auka verulega fjármagn til vegagerðar og viðhalds vega í Borgarbyggð. Slíkt er nauðsynlegt til að tryggja umferðaröryggi, styðja við atvinnulíf og þjónustu og bæta lífsgæði íbúa í sveitarfélaginu öllu. Vilja fundarmenn taka til máls bókunina? Ef svo er ekki, ber ég hana hér með upp til atkvæða og þeir sem eru samþykkir gefi merki. Bókunin er samþykkt samhljóða. Orðið er laust ef einhver vill kveða sér til hljóðs fundargerðina. Ef svo er ekki þá telst fundargerðin framlögð. Það var tekið fyrir 17. dagskrármálið, málsnúmer 26060330F, fundargerð umsjónarnefndar fólksvaxins í einkunum. Orðið er laust. Ef enginn vill kveða sér hljóðs, þá telst fundargerðin framlögð. Þá er tekið fyrir 17. dagskrármálið, málsnúmer 26033024F, fundargerð 23. fundar fjallskilan umdæmis Akraness kaupstaðar, Borgarbyggðar, Hvalfjarðarsveitar og Skorradalshrepps. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá tekur Ragnhildur Eva Jónsdóttir til máls. Okay. Ef enginn vill kveða sér hljóðs, þá telst fundargerðin framlögð. Þá er tekið fyrir 19. dagskrármálið, málsnúmer 26060116F, fundargerð fyrstu fundar Byggðarráðs Borgarbyggðar. Orðið er laust. Ef enginn vill kveða sér hljóðs, þá telst fundargerðin framlögð. Þá er tekið fyrir 20. dagskrárliður, málsnúmer 26060223F, fundargerð annars fundar Byggðarráðs Borgarbyggðar. Orðið er laust. Ef enginn vill kveða sér hljóðs, þá telst fundargerðin framlögð. Þá er tekið fyrir 21. dagskrárliður, málsnúmer 26060228F, fundargerð þriðja fundar Byggðarráðs Borgarbyggðar. Orðið er laust. Ef enginn vill kveða sér hljóðs, þá telst fundargerðin framlögð. Þá er tekið fyrir 22. dagskrárliður, málsnúmer 26070113F, fundargerð fjórða fundars Byggðarráðs Borgarbyggðar. Orðið er laust. Ef enginn vill taka til máls, þá telst fundargerðin framlögð. Þá er tekið fyrir 23. dagskrármálið, málsnúmer 26080001F, fundargerð fyrsta fundars skipulags- og byggingarnefndar Borgarbyggðar. Orðið er laust. Davíð hefur beðið orðið. Já, forseti, sveitarstjórn, starfsmenn og aðrir áheyrendur.
Ég var beðinn að fylgja þessari fundargerð úr hlaði þar sem formaður nefndarinnar forfallaður á þessum fundi. En þetta var fundargerð í 27 dagskrárliðum og ég ætla að reyna að hlaupa hratt yfir hér. En fyrsta mál á dagskrá var umsókn breyting á landheiti Vörðuberg, þar sem óskað var eftir að landeignin sem muni heita hér eftir Munaðarnes 3. Þessu máli var frestað og óskað eftir frekari skýringa á nafnabreytingunni. Annar dagskrárliður var Skjólabyggð sem við afgreiddum hér áðan og þriðji dagskrárliður Trúðarsel, það var afgreitt hér áðan líka. Fjórði dagskrárliður Varmalækur, umsókn aðalskipulagsbreytingu. Þessu var hafnað hér áðan. Fimmti dagskrárliður Hvítabakki 7, umsókn aðalskipulagsbreytingu og þetta var einnig tekið fyrir hér áðan. Sjötti dagskrárliður var Perlan, umsókn breyting á landnotkun og þar var bara lögð fram fyrirspurn afstöðu skipulags- og byggingarnefndar fyrir breyting á landnotkun Perlunar úr íbúðabyggð í verslunar, þjónustu og frístundabyggð. En á svæðinu fyrirhugað að reisa 90 herbergja hótel, 700 fermetra veitingahús, heilsulind og baðaðstöðu, 40 sumarhús, aðstöðu fyrir viðburði, útivistarsvæði og gróðurhús. En nefndin tók bara jákvætt í hugmyndirnar uppbyggingu ferðaþjónustu á svæðinu og breytingu á landnotkun þess í samræmi og fól skipulagsfulltrúa að vinna málið áfram. Svo var lögð fram lýsing að deiliskipulagi fyrir Kaldámela í Borgarbyggð fyrir 90 hektara svæði og skipulagsnefndin samþykkti að setja þessa lýsingu af stað. Þannig að málið mun koma aftur fyrir þegar lýsingarferlið er lokið og fullmótuð tillaga kemur til afgreiðslu. 8. liður þar er breyting á deiliskipulagi Uglukletts, við tókum það fyrir hér áðan. 9. liður umsókn breyting á deiliskipulagi Fjólukletts við Kveldúrshöfða, það var líka tekið fyrir hér áðan. 10. liður það var úrskurður örnefnanefndar vegna bæjarnafna í Borgarbyggð. En úrskurður örnefnanefndar bæjarheitið Heima var lagður fram á fundi sveitarstjórnar örnefna þann 16.4.2026 en örnefnanefnd úrskurðaði að bæjarheitið Heima samræmist ekki íslenskri örnefnahefð og er til þess fallið að valda ruglingi í samskiptum svo sem við viðbragðsaðila. Örnefnanefnd úrskurðaði að sveitarfélagið skyldi sjá til þess að nýr staðvísir komi í stað heitisins Heima en landeigandi óskar eftir að nefndin samþykki bæjarheitið Hælsbúi í stað Heima. Nefndin ákvað að fresta afgreiðslu málsins og fól skipulagsfulltrúa að afla frekari gagna. Svo var Lambhagi 2, þar var umsókn byggingaráform og byggingarleyfi en nefndin hafnaði þessari beiðni þar sem að heildarnýtingarhlutfall lóðarinnar færi yfir hámarksnýtingarhlutfall lóða í frístundabyggð samkvæmt aðalskipulagi Borgarbyggðar. Svo var aðgangur að örnefnum í sveitarfélaginu. Þetta er mál sem kom frá skipulags- og byggingarnefnd Skorradalshrepps en þar er verið að vinna að því að ljúka skráningu örnefna og skipulagsnefnd lagði til við byggðarráð að vinna við örnefnaskráningu í Skorradal yrði kláruð. 13. liður það mál sem var lagt fram, kom einnig frá skipulags- og byggingarnefnd Skorradalshrepps. Þetta var lagt fram til kynningar en það er forsendur starfsemi Andakílsárvirkjunar og undir þessu máli er fjöldinn allur af gögnum. 14. liður það er húsakönnun. Það var tekið fyrir, kemur einnig frá skipulags- og byggingarnefnd Skorradalshrepps en þar var seinni áfangi húsakönnunar lagður fram og samningur miðaði við úttekt á 37 húsum en þegar endanlegur listi frá sveitarfélaginu lá fyrir reyndust húsin vera 62. Nefndin vísaði þessu máli til frekari vinnslu hjá skipulagsfulltrúa. Svo voru lagðar fram
nokkrar afgreiðslufundargerðir byggingafulltrúa Skorradalshrepps og einnig var hér tekið fyrir mál frá skipulags- og byggingarnefnd Skorradalshrepps. Það var Birkimó í Grundarland, merkjalýsing. En nefndin taldi að merkjalýsing þurfa að liggja fyrir áður en vinna við deiliskipulag hefst þar sem mörk svæðisins sem ræðir liggja ekki fyrir og vísaði þessu til vinnslu hjá skipulagsfulltrúa. 17. liður, það var Indriðastaðir Dyrholt, þetta mál sem kom líka frá skipulagsnefnd Skorradalshrepps. En nefnd þar lá fyrir drög að bókun þeirra nefndar. Það er drög að merkjalýsingu sem sveitarfélagið hefur kostað fyrir deiliskipulagssvæði Dyrholts í landi Indriðastaða lögð fram og kynnt. Skipulags- og byggingarnefnd felur merkjalýst að ljúka við framlögð drög merkjalýsingar þar sem fórst fyrir að ljúka þessari vinnu fyrir gildistöku laga með merkjalýsingu við stofnun lóða árið 2022 laði nefndin til að skráningargjöld nýra landegna yrði greidd af sveitarfélaginu. Þessu var vísað til okkar af fundi sveitarstjórnarsameina sveitarfélags þann 11. júní síðastliðinn en skipulags- og byggingarnefnd Borgarbyggðar hafnaði málinu. 18. liður, Dagverðarnes, svæði 9, merkjalýsing. Þar þetta er ámótamál en skipulags- og byggingarnefnd hafnaði jafnframt þessu máli. 19. liður, það var byggðakjarni í landi Grundar, breyting deiliskipulags og skipulags- og byggingarnefnd lagði til að málinu yrði frestað þar til merkjalýsing liggur fyrir. Fitjahlíð, deiliskipulag, Kiðhúsabali, þetta er mál sem kom úr Skorradal líka en skipulags- og byggingarnefnd fól skipulagsfulltrúa að vinna þetta mál áfram. Svo voru lagðar fram einar 3 fundargerðir afgreiðslufundar skipulagsfulltrúa Borgarbyggðar og 3 fundargerðir afgreiðslufunda byggingarfulltrúa Borgarbyggðar. Fleira var ekki gert. Takk. Takk fyrir þetta, Davíð. Vill einhver kveðja sér hljóðs, orðið laust? Ef svo er ekki, þá telst fundargerðin framlögð. Þar sem öll mál á dagskrá hafa verið afgreidd er dagskrá fundarins tæmd. Ég þakka fundarmönnum góða fundarsetu, starfsmönnum fundarins fyrir góðan undirbúning og segi þessum fundi slitið og klukkan er 17:05.